Dóri 3-0 sigur, nei 3-1 sigur fyrir ekki á Víkingum í dag hlýtur bara gríðarlega ánægður. Já, bara, þvílíkt kraftmikil og gæðamikil frammistaða og bara á báðum endum vallarins, sóknarvarnarlega bara virkilega góð leikur og mjög ánægður. Bara heilt yfir og horfir á þetta eftir leik, bara hver fannst þér af hverju unnuðu leikinn í dag, hvað skóp sigur? Mér fannst bara, Víkingur með gott lið og gert vel að grænt út úrslit í sumar og erfiðar að spila það og með fullri vinningu fyrir þeim vorum við bara miklu betri sóknarlag og miklu betri varnarlag. Við skapast ekki færi leiknum, við gefuðum markinn í lokin sem mér fannst áþarfi, ég viðurkenni það, að gera leikur í 60 mínútur. En þannig að það fá ekki færi á sig. Þeir eru sennilega með 40 cm á okkur með meðaltali í hæð og náðu ekki ógn okkur úr því sem þeir sterkastir í, öngum innkastum og hornum og það var gríðarlega sterkt af okkar liði. Út af vellinum bara pressuðu það niður og gerðum það vel og svo sóknarlega vorum við helviti direkt og svo hefðum kannski góðan degi getað skorað aðeins fleiri mörk og einhver dauðafæri sem fór góðum, þannig að held ég öllum sviðum knattspyrnunnar bara betra liðið í dag. Orkan í Blikaliðinu í dag, kannski svona sérstaklega í fyrri hálfleik með Víkingsliðið og maður svona sérstaklega tóku fórustuna og komið sér 2-0, manni leiði einhvern veginn aldrei eins og þið var að fara að missa þetta niður? Nei, mér leiði eiginlega bara frá upphafspyrnunni. Við verðum einhvern veginn, væri djúfisins eldur og kraftur í okkur og þetta 5 menn sem kom inn sem spila ekki síðast en nokkrir á annar löppinni hefur búið að einhvern veginn taka smá tóll síðustu 8 dagar, þannig að þess ennþá frekar ánægður með hvað mennirna héldu út á þessu orkustígi og bara alveg hrós á strákunum fyrir það. Já, eins og ég 2-0 í hálfleik, seinni hálfleikur svona kannski aðeins rólegri, kannski koma Víkingar með eitthvað breytt skipulag eða eitthvað, bara komu Víkingar eða eitthvað óvart í dag, áttirðu vonað þeim kannski grimmari? Þeir hafa spiluðu þessa 5 manna vörn svona aðeins í byrjun móts og held bara síðast það var snemmi í mótinu og við vissum að þeir gætu farið í þetta en bjúkust ekki endilega við því en reyna að fara í shapeið sitt 35 þegar þeir geta og það var mjög mikilvægt fyrir okkur að pressa þá stíft þannig að þeir kæmust aldrei upp í shapeið sitt. Já, það komur óvart að það væri þessu kerfi og hversu lítið er pressað á okkur. Já, komur gríðarlegt en auðvitað bara, ég held að allir þjálfarar og allir, þegar gameplanið er sett saman þá hafa menn trúið því og það kannski, hendaði ekki vel um okkur í dag en hefur gengið á öðrum liðum og ég skil þá en nei, heilt yfir, þekkjum við Víkinga vel og veitum hvernig við spila við það og bara gerðum það vel. Kannski bara gott líka að bara að vinna í dag, kannski svona fyrir leik Víkingar að unnið þá þeir fara í 7 stiga forskot á toppnum og kannski ekki bara svara fyrir seinustu 2 leiki sem voru vonbrigði. Já, ég svari fyrir eitthvað annað já, það er ekkert gott að þeir eru með 7 stiga fórust en það er samt 5 mánuðir eftir á mótinu og saman hvernig niðurstaðan hefur verið í dag, það var mjög mikilvægt að setja saman góða frammistöðu og frábært að vinna, það er gríðarlega munur 1 stig í 4 og 7, það er ekki spurning og bara, já, mjög mikilvægt en samanskapið, þá vannst ekkert eða tapast inn í dag og hefði aldrei gerst en allt úr stað að fara inn í landsleikjalið þannig að við erum gríðarlega ánægðir með það. Lokleik svona svolítið úthleypið hjá Ingvari tekur með Viktor Karl niður undir lokin, þið vildu fá væntanlega sjá annan lit á spjaldinu þar eða? Ég veit ekki hvernig reglunar eru, við ætlum bara að hlaupa hérna í gegn og enginn í marki og hann ætla bara að hamra það niður, ég held að hljóta að vera rautt en skiptir engum máli leikum á búinu sem tímamóti og bara eins og það er sko. Farið þið núna í smá frí og svo þetta byrjar allt aftur, bara hvernig ætlaði að nýta fríð? Við bara, ætlum að það var núna inn í miðja viku, svo gefum við 4 daga frí og svo bara tökum við góða æfingalótu eftir það og svo vonandi náum við skerpa okkur hlutum og fá leikmenn tilbaka úr meiðslum og já, svona núllstillum okkur aðeins, séum svona töflunni, við horfum í sæti sem er samt alltaf hættulegt, maður þarf að horfa í stigasöfnum, í hvað sæti þú ert fyrir. Það er jafn mikið eftir hvað þú safnar mörgum stigum og liðin í kringu, en stigasöfnun við höfum kannski viljað að vera öðru litið betri en að vera 1 stig frá toppnum er þetta alveg ásættanlegt á þessum tímamót en við þurfum bara að passa að setja saman fleiri svona frammistöður í röð, það er verkefni landsleikjarliðsins að sjóta þess. Það þarf aðeins að leiknum, Anton Logi spilar hérna í Hafsend, hlýtur að vera ánægður með bara hvernig hann leysti það? Já, Anton Logi er frábær leikmaður og
Hann spilaði nokkur stöður sumar og gert það vel og við vissum alveg að hann getur spilað hafsend og já, bara gjörsamlega framúrskarandi og alveg hrós á hann bara eins og aðra leikmenn liðsins. Já, þessu bara að lokum bara all liðið einhvern veginn svona manni fannst og svona fáir sem engin veikleikar á liðinu þetta. Anton var frábær í markinu, Tobias heldur áfram að skora og Viktor var frábær eins og segir, Anton skorar eitt líka, hlýtur að ánægður bara með alla leikmenn liðsins. Já, ég veit ekki hvort sem byrjaði á þessu, hvernig kom Andri og Valli ekki svona frábæri, Kitti frábær, Aron spilaði þetta meiddur og gjörsamlega frábæra leik, Ágúst Orri spilaði sinn besta leik fyrir Breiðablik, riði ekkert við sér bara nefnilega höggi, fór fyrir liðinu sínu með bandið. Þetta, áttu allir frábæran dag og saman þess að koma inn á þetta lokin, þetta kom inn á í svona leik kaldur í æsinginu og svona, ekkert auðvelt, þannig að bara mikið hrós á þá líka. Það er Dóri, takk fyrir að koma. Takk.